2004 þá hafa verið framleiddir og seldir 7 milljónir Hyundai Tucson. Núna á þessu ári Hyundai í Íslandi að byrja að selja þennan bíl og verðið á honum frá tæpum 7 eða 6.990 upp í 8.190 og þessi bíl sem við erum að prófa hér style útgáfan. Þetta hybrid bíl sem að eyða cirka 4,7 lítrum á 100 eða eitthvað svoleiðis uppgefið. Þið sjáu hérna ljósin hérna, framljósin, þau eru falin. Þú sérðu þau ekki og þau falla alveg saman inn í þessa heild hérna sem að grillið að ljósin eru hér. Þetta alveg ógeðslega flott, finnst mér. Þetta svona nýjung á markanum og ekki veitir að því að það allir bílar að verða eins. Nú, línurnar í þessum bíl eru mjög fallegar. Þið sjáu það að þeir brjóta hérna upp svolítið hérna, þessa línu hérna í hurðinni og hérna hinum megin við og það gerir bílinn og gerir hérna línunni á honum mjög fallega. Nú, við erum hérna að horfa inn í farangursskýrsluna og hún bara nokkuð lekkar. Við erum að tala 620 lítra geymslu og ef við fellum niður sætin þá getum við farið upp í 1790 og eitthvað lítra og ef við skoðum hérna aftur í þá erum við hérna með 40-20-40 þannig að það hægt að leggja niður þetta litla miðjusæti hérna og fá þá alveg pláss hérna á milli þó að séu 4 í bílnum. Meiri átta pláss. Það 12 volta tengi og það hægt að fella niður sætin með 2 höldum hérna sem við höfum tekið í. Og svo rafmagnsgleri. Jæja, við komum hérna aftur í Hyundai Tucson 2021. Þetta frábært, það alveg meira átta pláss hérna. Gott að sitja í sætunum. Það fer vel hann hérna. Og ég veit að rúðurnar fara alveg niður. Við erum að tala að þær fara alveg hérna niður í hurðina sem þægilegt þegar maður ætlar að fá ferskt loft inn í bílinn. Nú, það eru mjög djúp sætin. Maður setur vel hérna, það styður vel í bakkið og þetta næri vel undir hnésbæturnar. Hér eru 2 USB-tengi fyrir krakkana eða eru með iPadinn aftur í hérna eða síma sinn að hlaða. Og það mjög vel gengið frá öllu hérna. Sætin eru mjög vönduð. Það efnisvala og allt í þessu alveg frábært, mjög vel frá gengið. Nú, í framsætunum er kæling líka, þannig að efnið í þessu með svona litlum götum, þannig að loftið komist upp. En já, ég verð að segja þetta alveg meiri áttar, gott loftpláss hérna og útstíð alveg þrælgott. Maður stendur ekkert upp úr bílnum, maður stígur út úr honum, svona beint. Við erum komið hérna fram í. Nú, það mjög gott að sitja hérna. Það fer ákaflega vel mig í þessum sætum og það sem að mér hefur fundist kannski eini mínusin við Hyundai í gegnum árin að seturnar hafa verið full stuttar í sætunum en það breytt núna. Sætin eru alveg fullkomin í þessum bíl og halda mjög vel við. Það skiptir mjög miklu máli finnst mér þegar maður að velja þessi bíl. Nú, hönnunin hérna fram í þessum bíl, hún geggjuð. Ég verð bara að segja eins og að ég mjög impressed, mjög ánægður með hönnunina hérna. Það eru 2 skjáir hérna, báðir 10,25 tommu að stærð og fyrir neðan þá hafa þær sett stjórnkerfi fyrir miðstöðuna og þetta helsta hérna og það eru svona snertitakar og þeir alveg meira átta þægilegir og ég get alveg verið að keyra og fikta í þessu án þess að athyglin fari eitthvað yfir á þetta vegna þess að þetta eru svona eins og actual takkar. Þetta ekki eins og, þú veist, maður þarf ekki að liggja neitt á þessu, þetta grípur og meira þess að ég var í hönskum á hann og hérna það virkar sem sagt með að maður klæddur í þá. Og ef við skoðum aðeins hérna skjáin á þessu að þá hann mjög einfaldur. Hérna mappið og hérna það sem sagt hann mjög snöggur
ef maður vill eitthvað fygt í honum, og hann er orðinn alveg kýrskýr. Þetta minnir svona eiginlega bara á Volkswagen, af því að mér hefur fundist þeir vera svona fremstir í þessum skjám, en þetta er alveg komið þangað. Og hérna er mappið og síðan er hægt að stilla inn navigationi, hvert maður vill fara og leita stöðum og svo framvegis. Og síðan er hægt að kveikja á útvarpinu og það er ansi snyrtilega sett upp, stilt á 102.5 núna, og það er hægt að tengja sem sagt síman við þetta. Við getum speglað síman og spila þannig músík og efni af símanum, og síðan er þetta að fara hér inn í stjórnkerfi bílsins og það er þetta að tengja við þetta app, BlueLink app frá Hyundai, og ég held að það sé 5 ára áskrift sem fylgir með því, og það er þetta að stjórna ýmsum aðgerðum í gegnum það fyrir bílinn og tala við bílinn og þetta, allt þetta sem hægt er í nýjustu bílunum. Og síðan þá erum við að tala sko eins og með þennan bíl að þetta er hybrid bíl, hann er aldrifsbíl, þetta er fjórhjóladrifinn bíl, og við erum að tala að Ísland sé að meðaltali undir 5 lítrum á 100, sem er alveg geggjað. Nú, hann er með allskinn svona nýtísku búnaði, eins og til dæmis það að ventlastjórnunin í vélinni, hún er sjálfvirk og hún stillir tíman á hérna opnun ventlana eftir átakinu á vélinni, sem er svolítið sniðugt, og það á að draga líka úr útblæstri og eyðslu. Það er alveg fullt nýtt og skemmtilegt í þessum bíl. Hyundai hefur bætt hönnun ýmissa hluta, eins og til dæmis það að núna er þetta að hlaða síman í gegnum 15 watt hleðslu í staðinn fyrir 5 áður, þannig að síminn hleðst mun hraðar í þessum bíl. Og ég vil sýna ykkur aðeins hérna eins og til dæmis sætisittarins, eins og í flestum bílum, nema í þessum bíl er líka sem sagt loftkæling fyrir sætin, sem er alveg gríðarlega öflugt, og það er hiti í stýrinu sem er mjög notalegt á köldum vetramótnum þegar maður er að setjast inn í bílinn og nýbúinn að skafa rúðurnar, að fá þá velgju í fingurnar hérna í stýrið. Hyundai Tucson, hann kemur í 3 útgáfum. Við erum að tala um mild hybrid, við erum að tala um hybrid og plug-in hybrid, og þessi bíl sem við erum á er hybrid. Nú, hann er með 1,6 lítra bensínvél og 44,2 kW rafmótor sem hjálpar til við aksturinn, og þeir skila allir 230 hestöflum og toga allir 260 Nm. Nú, rafhlaðan í honum er 1,49 kWh og saman þá gefa þér þessum bíl cirka 4 til 5 lítra eyðslu á 100. Já, ég er hérna að byrja að keyra Hyundai Tucson, og fyrst þegar ég settist inn í þennan bíl hjá umboðinu var að sækja hann, þá hugsaði með mér, vá, hvað er gott að sitja í þessu. Maður horfir hérna mjög vel yfir, það er svona lágur sjónpunkturinn hérna, þú veist, hann er bara mjög þægilegur, og það sem að kemur manni kannski á óvart að þú veist, feelingurinn er svona eins og sambland af sportbíl og svona jepplingi, þannig að maður er með hvoru tveggja í höndunum. Stýrið er mjög svona, hvað er að segja, kompakt, það er ekki á stórt og ekki á lítið. Þetta er ramastýrið, það er mjög nákvæmt, mjög þægilegt að stýra bílnum. Við erum að keyra á ójöfnu yfirborðið núna, og síðan eru hérna aksturstillingar á honum, og eins og er ég í svokallari sportstillingu, og það er þetta að stilla milli Eco og Sport, og ef við erum í Eco-stillingunni þá getum við sett hérna í mismunandi aksturstillingar eins og snjó, mödd eða sand, og nú er ég í snjó, og þá skiptir hann sér öðruvísi. Það er, þú veist, hann er þá tilbúinn fyrir meiri átök hérna, og öðruvísi átök heldur en að keyra bara í venjulegum ham. Svo er þetta að fara í svona leðjustillingu, og
þá finnum maður það að hann verður alltaf léttari einhvern veginn og já, og hérna, hvað maður að segja, hann svona meiri töggur í honum og svo er þetta að fara í sandstillingu og þá verður hann aftur svolítið svona grófur og maður finnur það að hann hérna pínu þyngri svona og skipti sér miklu örar. Það er stillingin sem við höfum að tala um á þessum akstursham. Og svo sportstillingin, hún gerir bílinn allan einhvern veginn miklu sneggri þegar maður gefur honum inn. Og alveg rosa gaman að keyra hann í þeirri stillingu. Og í þessum bíla þá eru 64 mismunandi stillingar á svona ambient light eða svona stemmingsljósi og 10 mismunandi stillingar á því. Þannig að maður getur látið sér líða vel hérna. Það er alveg á hreinu. Svo er þetta að setja svona hljóð líka í bílinn. Ég meina langar til þess að vera með ykkur og svona að sjá hérna Snowy Village. Þetta er svona sem að segja ganga í snjó. Warm fireplace. Open air cafe. Það er svona eins og maður sé á kaffihúsi að maður er kannski að keyra ekstra út í náttúruna og langar að komast í bæjarfyllingin. Og rainy day, maður þarf nú ekki á því að halda hérna á Íslandi. En ég ætla ekki að staldra lengur við þetta, ég ætla að reyna að slökkva á þessu bara. Nú, ég er með stilt á sem sagt akranarstýringuna, þannig að ef ég sleppi stýrinu hérna, sjáu þið, þá tekur hann í stýrið. Hann segir mér náttúrulega slepp ekki höndunum á stýrinu sem er náttúrulega alveg hárrétt, við gerum það ekki. En sem sagt hann hjálpar manni við að vera réttum megin á veginum. Nú, í þessum bíl er svokölluð ESC stöðuleika stýring. Hann virkar þannig að það er tölvustýrð fjöðrin í honum fyrir hvert hjól, þannig að hann dreifir átakinu eftir hvernig vegyfirborðið er og hvort þú ert að beygja eða keyra beint. Og það gerir bílinn mun stöðugri á veginum eins og gefur til kynna nafnið á þessu stöðuleika stýringakerfi. Og maður finnur það alveg að bílinn er alveg þrælfínn í. Þess að maður er að akonum eins og svona á þessu vegyfirborði hérna, við erum á Nesjavallaleiðinni, þá finnur maður það alveg að hann leggst bara mjög vel í beygjurnar, hann hallast ekki, hann leggst ekki inn í beygjuna eins og svo margir bílar með mjúka fjöðrun. En sem sagt, fjöðrunarkerfið er tölvustýrt og virkar á hvert hjól fyrir sig. Síðan erum við með skynvata hraðastillingu. Nú er ég búinn að kveikja á henni, þannig að ég tek löppina af pedalanum og ég get stillt mismunandi fjarlægð á milli bíla og ég prófaði þetta áðan í umferðinni að stilla hérna bara lengst á milli bílana og stilti svo hraðan bara samkvæmt löglegum hraða og þá fylgir hann bílnum fyrir framann með ákveðnu bíli og hann sem sagt getur alveg stoppað þess vegna og tekið að stað aftur. Mjög þægilegt í mikill umferð að þú getur treyst þessu að vera á krúsinu því að hann eyðir mun minna eldsneyti þannig. Myndi ég vilja eiga svona bíl? Já, ég myndi sko vilja eiga svona bíl. Ég set kannski eina spurningamerki sem ég set við kannski verðið vegna þess að við berum hennan bíl saman við Toyota RAV4 og hann er frá 5, eitthvað, þessi frá 6,9 upp í 8,1 en við erum náttúrulega að bera kannski við erum allavega að bera saman þá var hann ekki fjórhjóðdrifinn endilega Toyota RAV-in frá 5, eitthvað en þessi bíl er mjög vel búinn, hann er æðislega flottur að innan mælaborðið er náttúrulega byltingakennt, það er svo huggulegt og flott og vel framsett sætinunum eru rosalega góð það er ofsalega flott hönnun hérna á öllu og ég myndi segja Hyundai veri hérna að taka fram úr Toyota hvað það varðar ef við berum hann saman þar að öðru leyti alveg frábær bíl, hentar mörgum örugglega mjög vel og við erum að tala bara venjulegt fjölskyldufólk með tiltölulega stóra fjölskyldu
Það er mjög gott pláss aftur í. Það þýðir það að þessi bíll hentar mjög vel til ferðalaga og það er hægt að fara á honum út allt land á þess að hafa neinar áhyggjur af hleðslu eða eitthvað svona. Hann hleður sig sjálfur af því að þetta er hybrid bíll og hann hentar örugglega líka mjög vel hérna í bæjarakstri og það sem hann eyðir litlu og er sniðugur í snattið. Og við verðum eiginlega að segja það að þessi bíll frá Hyundai, frábær bíll, meiri áttar.